og stolt Íslendinga í rallíinu. Það Nissanin, mjög aflmikill bíll. Fer yfir brúna og mjög mikill á BMF-inum. Þetta nú reyndar Datsunin. Marinn Indriði. Tvíburarnir, mikilli ferð eins og við sjáum. Það heyri hljóðið í bílnum, hann mjög Það sprakk á svona. Þið hefur verið snöggir að skiptum bara og staðastur. Allt og lengi, það klúðraðist eitthvað hjá okkur. Reyndar seinna. Og þarna kom tvíburarnir á Datsunum mjög aflmikill eins og þið heyrið. Hraðinn orðinn gífurlegur, hann mjög snögguri. Hann svolítið komin í 150 km hraða þarna á hafninu. Keyrir þetta laglega drengurinn. Og Datsunin. Takið eftir þegar hann kemur inn í beygina. Virkilega fallegt. Hann hefur ekkert fyrir þess að við Guðmundur. Það eru grjót auðsutnar upp. Kemur Datsunin aftur, eða Nissan eins og ég kalla það. Mjög afl. Ég ykkur grein fyrir hraðanum sem hann að komast í þarna. Grjótnullungarnir sem spýtast aftan á honum. Glæsilegu vagn þetta. Einhverjum erfiðleika með hlífarbönnina. Kemur Datsunin aðeins til líka. Hann á ekki vandræðum með neitt. Gaman að sjá hann þarna. Það bara að stíga á gjöfun og bíllinn æðir áfram. Þið eru sagður verið í Pac-Man-leik. Að éta upp þá sem eru undan. Ætlið þið að éta alla? Ekki alla kannski, en við viljum að vona einn í viðbót. Já, þeir vonuðust til að ná 3. sætinu af Ásgeiri og Braga. Og við sjáum hvernig það tekst núna eftir. Þannig kemur Jón aftur. Eins og bara ég segi þá var hann óviðráðanlegur og keyrði þetta alveg gríðarlega vel. Þeir áttu engan síðan hann. Ekki það að þeir hafi ekki reynt. Þeir sættu sig ekki kortum. Ævar var að fara fram hjá hann. Þarna kemur Datsunin. Við heyriði greinilega þarna þegar hann gefur hann. Það er mikil orka þarna í vélasalnum. Þeir voru hins vegar í sín og hafa nú ekki mjög mikla keppnisreynslu. Góðu stöðu sem hann er í núna, ennþá í þeirra árásir frá tvíburunum á Nissaninu. En hvað skeður núna? Það er búið að flagga út. Það er ekki eftir, það er vinkilbeygja þarna sem við leikum þarna. Það munaði ekki miklu hana Eiríkur. Nei. Þetta þótti áhorfendum mikið til. Hann er efnilegu á japanska orkubúinu, vaðandi gegnum grjótið. Varlega ofan í Já, við fara nú nokkuð greitt. Þeir náðu hann öðrum besta tíma. En gerir þetta skynsamlega. Tóku þessu með skynsemi. Sem hann hafi ekki reynt áður og eru að þreifa sig áfram. Og þetta er næst síðasta leið. Já, en rally er aldrei búið fyrir hann að síðasta leiði búinn. Það getur allt skeð, eins og við vitum. Á meðri svo síðustu ferðið, eins og nær hafði gerst hjá Jóni í fyrra. Hann munaði engu að hann tapaði rallinu eftir síðustu. Og þá er náttúrulega fyrsta spurning, það er staðan í rallyinu. Ég er í forystu núna sem stendur. Já. Svona rétt rúma 2 mínútur undan Guðmundi. Guðmundur, þú ert númer 2. Ertu alltaf rétt svona í rassinum á Jóni? Guðmundur er alls ekki vanur alltaf eftir mér, hann var undan mér í gær. Já. Hann tók forystuna, sprengdi dekk og svo sprengdi hann 2 í dag, hann var bara að borga tilbaka. Guðmundur, er þetta ekki óskadraumurinn að sigra? Jú, það er kannski fleiri en Jón sem maður getur sér þetta. Jón er ekki eini rallymaðurinn á landinu, þó hann sé góður. Heldur þú hafið það fram yfir Jón að vera aðeins yngri? Ég er mjög viss sem ég vanti það að vera aðeins eldri, frekar. Jón. Þetta var spaklega mætt á Guðmundi. Þeir segja hérna, viðgerðarmennirnir mínir, þeir segja að sé kannski kostur við mig að ég sé eins og gamalt lampatæki, ég sé voðalega seinna að hitna. Ja, þegar þú ert orðinn heitur þá ert orðinn góður. Já, þá byrja ég áfram. Hvað er bílategundina? Ég er á Nissan, 240 RS heitir hann. 240-50 hestafli eitthvað svoleiðis. Ertu búinn að bæta bygginguna eitthvað?
Já, það er alltaf verið að bæta eitthvað og breyta hinn og þessu. Jón, það er bíllinn þinn. Það er Escort, Ford Escort RS 2000. Er hann ekki búinn að... Gamalt svona. Jón Ragnarsson og Guðmundur Jónsson, við gefum ykkur gott klapp og gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir, gangi ykkur vel. Sem báru sigurúrbítum á Ford Escort bíl sínum og urðu þar með Íslandsmeistarar 3. árið í röð. Í öðru sæti í dag urðu tvíburabræðurnir Guðmundur og Sæmundur Jónssynir á Nissan bíl sínum. Alls hófu yfir 30 bílar keppnina á fimmtudaginn en leiðirnar eru eftir sem hófu leikinn. Guðmundur Jónsson og Sæmundur Jónsson, þeir aka Ford Escort með drifa á afturvaxli, öflugur bíll. Þeir bræður hófu keppni fyrir mörgum árum síðan og þóttu mjög góðir. Þeir tóku síðan ákvörðun fyrir 5-6 árum síðan að hætta að taka þátt í rally af mikilli alvöru og keppa heldur sér til skemmtunar og mæta í þetta 1 til 2 keppnir á hverju ári. En þess má geta að Guðmundur Jónsson sem ekur bílnum hefur keppt á hverju ári síðastliðin 13 ár. Og þeir háðu harða baráttu annað sætið að þessu sinni við Sigurð Braga Guðmundsson. Annað sætið var hins vegar harður og hér á síðustu leið komu þeir Guðmundur Jónsson og Sæmundur Jónsson í mark á tímanum 11 mínútur og 10 sekúndur og allir vita það að allavega keppendur að næsti bíll er ræstur. Tvíburarnir standa og sjá tíman. Hann vann með 1 sekúndu, helvítið. Nei! Við tókum 8 á hann og náðum bara 1 núna. Alveg reykar. 1 sekúnda? Hæ? Við vorum á 9 og 10. Ég trúi því ekki. 1 sekúnd. Feðgum og voru 1 mínútu og 41 sekúndu á undan tvíburunum, Sæmundi Jónssoni og Guðmundi Jónssyni sem aka Ford Escort. Og þetta var slagurinn yfir heildina, en í Nordec-flokknum var, og hér höfum við úrslitin í rallinu, Rúnar og Jón í fyrsta sæti og Sigurður Bragi og Rögnvaldur í því öðru. Hjörtur og Ísak, Þorsteinn og Ingvar börðust síðan fyrsta sæti í Nordec-flokknum. Tvíburar urðu frá að hverfa vegna bilunar í fóðringu sem heldur upp í drifskafti. Á rallinu sem framfór í gær. Með rásnúmer 1 í þessu rally voru þeir Steingrímur Ingarsson og Jóhannes Jóhannesson. Þeir óku vel, náðu góðum tímum í þessu rally en fóru hins vegar aðeins og geist á einni leið, fóru út af og festu bílinn og máttu basla við það að koma honum inn á í 7 til 8 mínútur og þeir höfnuðu því neðarlega í þessu rally. Feðgar drifi á 2 hjólum, annarkvort að framan eða aftan. Með rásnúmer 3 eru þeir Guðmundur Jónsson og Sæmundur Jónsson sem eru tvíburar og aka Ford Escort 2000. Trúlega með hátt í 300 hestafla vél í þessum bíl. Gríðarlegur kraftur í honum. Og þeir virðast sífellt vera að bæta við hraðan. Sigurvegarar í rallinu eru tvíburarnir Guðmundur Jónsson og Sæmundur Jónsson. Þeir óku eins og herforingjar og voru heilli mínútu og 20 sekúndum betur á undan Sigurði Braga Guðmundssyni og Rögnvaldi Pálmasyni. Þeir eru nú svona meira með í rally til þess að vera með, sagði Guðmundur mér fyrr í sumar, en þeir ættu kannski íhuga það að halda áfram að fullum krafti því að hraðinn er sífellt að aukast hjá þeim.